Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, þarna kemur hljóðið inn. Það smáðist tæknilega erfiðleikar hérna, en það nú alveg skilinlegt þegar fjósamenn eru hérna við tækniborðið. En nú ég komið mann á línuna sem nú ekki fjósamaður, ekki svo ég viti til. Það Adolf Ingi Erlingsson sem var hérna síðast að tala handboltan. Komdu blessa á sællið, Ingi? Blessaðu, vinur. Hvernig hefur það? Bara fínt. Er það ekki? Mjög gott, jú. Hvernig hefur þér svona fundið strákarnir okkar standa sig? Bara frábælega. Já. Já, það mér finnst svona hafa gert allt sem átt að gera og kannski svolítið í viðbót. Og þeir hafa klárað þá leiki sem að maður svona átti vonaði gætu klárað. Já. Og það náttúrulega leikur á móti Ungverjum, ekki bara að segja að það er sanngjarnt jafntefli og bæði lið getur verið sátt og ég meina þeir eiga séns á því að spilum 5. sæti sem að bara frábær árangur miðað við ástandi sem hefur verið á liðinu mannskap sem vantar og þess og þar. Já, erum við sem þetta ekki að fara að refsa dönunum með það? Það væri það gaman en ég sé ekki Dani í því formi sem þeir eru og með 14.000 manns að stiða sig miðstíga sig mikið gegn okkur. Þeir tóku Spánverjana mjög örugglega og það mér finnst Danir ofboðslega samfærandi þarna. Þeir og Frakkar eru flottastir eins og Já, nákvæmlega. En hvernig hérna svona hefur þið fundið samt svona ungu strákarnir koma inn í þetta lið núna? Það það sem að hefur verið einna skemmtilegast að sjá náttúrulega. Hvað menn hafa verið svona kaldir, koma inn og skila sínu og mér finnst þetta alveg rosalega flott að sjá hvernig strákanir hafa staðið sig og meira segja maður eins og Óli Guðmunds sem að maður svona orðin hræddur að myndi jafnvel aldrei ná að blómstra með landsliðinu af því að sko ég man nú eftir í að það eru 4 ár síðan á Evrópumótinu 2010 í hérna ef ég man rétt að þá var það fyrsta mótið hans. Já. Og þá svona komu nokkur fallbyssu skot frá honum og maður sá það að þessi strákur ætti alveg erindi en svo var bara eins og sjálfstrausti færi einhvern veginn hjá honum og maður svona var farin að efast það bara hreinlega að hann myndi einhver tíma ná sér á strik með landsliðinu en svo núna út af meiðslum og öðru þá bara keyrir Aron á honum aðeins og drengurinn bara sýnir það að hann alveg rosalega flottur sem að maður vissi náttúrulega að hann gæti en þetta bara meira áttar að sjá þetta gerast og eins aðri menn sem koma þarna inn að það er bara frábært að sjá menn standa sig svona. Og það lítur svolítið út fyrir líka að landsliðsþjálfarinn treysti hverjum einasta leikmanni í því hlutverki sem þeir eru í. Já, það náttúrulega sko Aron að gera þetta mjög skynsamlega finnst mér og skemmtilega. Menn virðast vita, eins og þú segir sko hann treysti mönnum og þeir fá sko þó að þeir klikki svolítið eins og við sáum með Óla Guðmunds að það var ekki eins og fyrstu skotin hjá honum færu beint inn en hann fekk að spreyta sig áfram og það bara skila sér í því að hérna sem að rosalega gaman að sjá að hann fór að setja boltan inn og bara óks sko og hefur vaxið í þessum leikjum þannig að mér finnst þetta alveg frábært að sjá hvernig þeir blómstraði þessi strákar og það náttúrulega ef við að fara að telja aðra þarna upp að þá Bjarki Már Gunnarsson náttúrulega búin að vera mjög flottur Gunnar Steinn kemur þarna inn og hann aldeilis óhræddur sem að bara, kemur bara upp á þurrun í þetta landsliðilega. Já. Menn voru mikið, ég búin að fá mikla spurningar í vikunni, margar alveg
hvaða maður þetta og hvaðan kemur hann og hvað hann búinn að vera og Já. engin, og svo kannast engin eða við hann úr úlingalandsliðum eða neitt svona. Nei, þetta er svona næstu svipu tilfinningi eins og er sko með fótboltastrákana. Já. Þú veist, þegar þeir detta inn í landsliðið, þú veist, þetta er svolítið furðuleg eða fáránleg tilfinning þegar maður sér einhvern gutt að koma inn í fótboltalandslið og maður aldrei síðan spila því að hann fór 17 ára gamall sko til Belgíu og búinn að spila kannski 4 leiki með meistaraflokki hérna eða eitthvað svoleiðis og þú veist, svo bara hann fann til Belgíu 17 ára og svo dúkkar hann upp í landsliðinu 20. Þetta er næstu í svoleiðis tilfinning sem að maður hefur með Gunnar Stein en það er, hann er alveg drelli flottu drengurinn. Virkilega. Og hvernig hvað hann er hérna hiklaus sko og óhræddur að keyra á. Nú svo eins og ég segi Bjarki Már í vörninni mjög flottur að lemja á svolítið þarna. Já. Og gaman að sjá sko svona alveg mann af nýrri kynslóð koma hann inn, hann náttúrulega Sverri yngist ekkert og er nú reynda búinn að gefa út að þetta verði síðasta stórmótið hans og Vignir verður frekar Sverri ekkert yngri með hverju árinu sko. Nei. Og það er flott að fá þarna inn alveg mann af næstu kynslóð. Og það var einmitt búið að vera áhugju efni svona kom ekki önnu varnarkynslóð. Já, það sko reyndar náttúrulega eldast varnarmenn yfirleitt betur heldur en sóknarmennir að menn þurfi ekki að hoppa jafn mikið og gjarnan sem menn eru orðnir sko fyrst orðnir virkilega góði varnarmenn þeir eru farin að nálgast 30 eða eitthvað og jáfnvel fram yfir það en það er rétt að menn voru fórnir og óttast það að hafa áhyggjur af því að það kom engin svona ungir varnarjaxlar upp en þarna erum við konum með einn. Já, nákvæmlega. En svo er Guðjón Valur, hann er bara búinn að sýna sanna það, hann er bara besti hornamaður heims jafnvel, allan að svona. Já. Ef maður að tala kannski hlutdrægt þarna með hann. Já, ég sagði náttúrulega daginn að við værum með 2 menn í heimsklassa og það eru Gauji og Aron. Já. Enda náttúrulega báður að spila með Kíl. Já. Þetta eru 2 heimsklassa menninir okkar í dag. Já. Og það hefur bara sýnt sig, ég meina Aron nánast á annari löppinni eða hvorugri í dag, hann er búinn að snúa sig á báðum öklum, hann er að drepast í hnénu en þegar hann nær að beita sér að þá náttúrulega sýnir það sig hvað hann er góður og sjálfur Joachim Bolsen hérna danski jaxlinn lét hafa eftir sér í fjölmiðlum að Aron gæti átt eftir að verða besti leikmaður í heimi. Já. Sem að ég er ekkert hissa á, ég sagði þetta fyrir 4 árum þegar hann spilaði í Austurríki, það á 18 ára. Já. Þá hérna benti ég kollegum mínum frá öðru löndum á þennan dreng og sagði, bíðið bara, þessi drengur á eftir að verða besti handboltamaður í heimi. Já, hann er nú búinn að sýna það, og miðað við vinnun hans, þá lítur allt út fyrir það að hann verði það. Já, ég meina, þú veist, hann er 22 ára, hann á bara eftir að verða betri, ef hann sleppur við meiðsli, að ég meina, mínum mati er hann ekkert síðri leikmaður í dag heldur en Karabatic var á hans aldri. Nei. Og ég meina, Nikola Karabatic, hann er verið 30 núna, mann finnst hann vera 40 eða 45. Já. Því hann er búinn að vera svo lengi á meðal þeirra bestu í heimi og var að mínum mati sko fyrir nokkrum árum þegar hann var svona 25, 6, 7 ára. Þá var þetta bara besti leikmaður í heimi ef maður tók sókn og vörn saman. Og Aron Pálmarsson á alveg að geta eftir nokkur ár staðundi því að vera svo besti í heimi. En eins og þú segir, jú, hugsanlega besti hornamaður í heimi. Hann er besti faðurmaður í heimi í dag. Og síðan eins og maður hefur síðan spila núna líka sveimir þá ef hann er ekki bara orðin ennþá betri heldur en hann var að fara inn á horninu og hann nýtir færin sín betur. Já, þetta er náttúrulega bara óraunverulegt hvað hann er búinn að nýta færin. Hann er svo svakalega góður, hann hefur allt til að bera þessi drengur og á allt annað þá hefur hann kollinn svo í lagi. Já. Hann er svo skynsamur og hann vill alltaf bæta sig, þannig að ég er ekki tissaði að sjá hann spila svona sko. Nei, en svona með hvernig þeir hafa spilað hingað til, já, 5. sætið er bara góð von?
Það möguleiki allavega. Já. Það náttúrulega við erum í harði baráttu við Ungverja og þetta fer svolítið eftir í sko hvort við náum að spila 5. sætið en jú, manni finnst nú að það ætti að ganga. Já. Og en ég gerir mér ekki vonur stig á móti Dönum í síðasta leiknum því miður. Nei. En mér finnst að þetta eigi alveg að ganga upp að ná þessu sko. Og það væri sko fyrir þetta mót hefði ég sagt að það væri ekkert annað en kraftaverk. Já. Að ná 5. sætinu á þessu móti. En þetta samt mjög skemmtilegt mót sko, eins og bara til dæmis bara leikur Spánverja og Austurríkismenn hérna bara, Spánverja rétt merja sigur að þeim. Þetta alveg ótrúlega. Reyndar sko finnst mér svolítill galli að og það var bara eins og ég sagði í síðustu viku að undanúrslitin væru frátekin fyrir 4 lið. Já, nákvæmlega. Danmörku, Spán, Króatíu og Frakkland. Og það virðist því miður ætla að ganga eftir. Já. Reyndar sko Svíar eiga möguleika á því að skemma þetta hinum einn fyrir frökkum og Króatum en ég á ekki von á því að gerist. Og mér finnst svolítil synd þó að ég vola gaman að geta sagt eftir á já, ég hafði rétt fyrir mér að þá finnst mér svolítil synd að geta sagt fyrir með svona mikilli vissu. Já, nákvæmlega. Að það sýnir að það eru 4 lið sem hafa aðeins of mikla yfirburði. Ég myndi vilja hafa svona okkur og hin liðin, þú veist, þetta svolítið eitt pakki af 4 liðum og svo koma nokkur á eftir þeim sem að geta barist næstu sæti og við erum þar á meðal. En vissulega ef við hefðum verið með algjörlega fullskipa lið og alla í toppformi og svona, þá hefðum við alveg geta barist þarna, þá hefðum við geta unnið Spánverja og verið þarna í baráttunni undanúrslit. En eins og þetta lítur út núna þá því miður held ég að ég reyni sannspár og þetta eru þessi 4 en sem betur þegar þá ég ekki sannspár með gengi íslenska liðsins því að ég hefði fyrirfram búist við að þeir spiluðum 7. til 9. sæti eitthvað svoleiðis eða þú veist þetta væri 7. 9. sæti sem þeir myndi ná en ef þeir ná að spila 5. sæti þá það bara frábært og það verður þá leið leikur sæti á HM á næsta ári. Og þurfum við ekki að setja svolítið halda svolítið mikið með Austurríki núna gegn Ungverjum? Jú, það væri bara æðislegt ef Patti myndi gera okkur þann greiða að taka stig af Ungverjum, komi í veg fyrir að þeir fari upp að hlið okkar því að sko reyndar staða núna þannig að við erum með 3 mörk í plús Ungverjar eru með 5 mörk í mínus þannig að munar 8 mörkum þarna sem þýðir það að sko ef Ungverjar vinna segjum Austurríkismenn með 4 og við töpum fyrir Dönum með 4 að þá þetta orðið jafnt. Já, það munar ekki meira en þetta sko. Nei. Og en við verðum bara virkilega að vona að Austurríkismenn gera okkur greiða og ef þeir á annar borð ætla sig að tapa fyrir Ungverjum að gera það með sem allra minnstum mun. Já. En ég mjög vongóður 3. sætið í riðlinum og þar með að spila 5. sætið og það eru þá mikla líkur á að það yrði gegn Svíum frekar en Pólurum. Það erum við ekki að lausa við þessa Svíagrílu, eða það ekki? Jú, við lausum við Svíagríluna en þeir eru reyndar, þeir eru betur heldur en ég held að þeir væru. Það náttúrulega Kim Andersson ekki með þeim sem svona þeirra Óli Steff. Hann gekkst undir aðgerð og öxl núna ekkert fyrir löngu
og hann ekki með þeim og ég held að það myndi veikja þá meira. Þeir eru búin að spila feiki vel og þeir eru rosalega erfiðir og ég meina við vitum að Pólverjar eru alltaf erfiðir líka. Þannig að það bara, ef við komumst í leik 5. sæti þá það 50-50 leikur sama hvort liðið það verður. Já. En eru frakkanir svona risarnir, þeir eru svona komnir svona risnir upp aftur? Þeir eru náttúrulega, sko, ég kaup ekki þetta kjaftaðir hafi allt í norði lélegir. Nei. Því að eins og ég sagði þér daginn, það ekki nema 1,5 ár síðan þeir urðu ólympíumeistarar. Eitt mót sem þeir stóðu sér ekki vel og þá já, bara... Já, þú veist, þeir voru lélegir á síðasta móti, á þeirra mælikvarða, þú veist, þeir stóðu sér ekki vel og það bara, þú veist, fyrir eða seinna kemur upp þreyta í svona mannskap, sko, og þeir eru búin að vinna allt og þeir bara náðu einhvern veginn ekki að mótivera sig fyrir síðasta mót. En núna eru þeir komnir í gang og þeir eru með alveg svakalegan mannskap og mér finnst þeir alveg já, ef það ekki Danir þá giska ég á Frakka sko, finnst mér, því að það bara frakkarnir þeir spila bara ótrúlega flottan bolta og hafa svo ofsalega sterkan mannskap sem þeir rúla þarna á og ekki versnaði nú hjá þeir núna þegar þeir fengu inn með nafni á hann markvörðinn sem var hjá Kiel að þeir mistu sko, hann byrjaði ekki mótið með þeim vegna meiðsla og kom síðan inn í síðasta leik á móti Króatum og það náttúrulega Thierry Omeyer segi og besti markur í heimi ef hann í lagi og það náttúrulega munar svo litlu fyrir þá að Omeyer eiginlega afgreiddi Króatana. Já, hann ætlaði ekki að leyfa Króatum að vinna allan, það var nokkuð augljóst. Og þú veist, kom þarna inn og bara afgreiddi þá og ég meina Omeyer búin að vera besti markvörður í heimi undanfarin ár og þegar þú ert með svoleiðis gæja sem sko kemur sem viðbót undir lokin það náttúrulega ekki smáraði svo finnst mér æðislegur þessi nýji Alex Njokas örfenda skittan hjá þeim sem í leiknum á móti Rússum held ég að verið raðaði inn mörkum og gefur nýja vítarna hægra megin, hann að vísu var lítið sem ekkert notaður í gær en þeir eru bara með þú veist, þetta lið sem hefur unnið allt og þeir kunna að vinna allt Já. Þannig að það kemur mér ekki óvart sko, þeir og Danir eru ósigraðir hingað til og Danir eru búin að vinna Spánverja og Frakkar eru búin að vinna Króata í milliriðlunum. Þannig að bæði lið eru í mjög góðri stöðu til þess að vinna sinn milliriðil og það gerir það að verkum að þau mætast ekki í undanúrslitum. Nei. Þannig að eins og þetta lítur út að þá allt sem sko býður upp á að þessi tvö lið fari ósigruð í fari ósigruð í úrslit. En þá náttúrulega þurfaði að vinna 2 næstu leiki en ég treysti þeim alveg til þess báðum þessu liðum og í mínum augum væri þetta í dag drauma úrslita leikurinn. Svona rétt í lokin, Adolf, hvernig þegar þú ert að horfa á leikina og ekki lýsa þeim, nær þú alveg að vera rólegur bara í sófanum eða? Maður situr og tuldrar svona nöfnin, nei. Já, ég alveg rólegur. Maður svo gamall, maður búin að sjá svo mörg mót og það er eiginlega ofrólegt, þú veist, ég sakna svolítið adrenalín kicksins að vera á staðnum og eiga að lýsa þessu. Já. Það það sem að hleypir blóðuna á stað hjá mér sko, núorðið, en auðvitað er rosalega gaman bara þegar leikir eru spennandi og íslenska liðinu gengur vel. Já.
Við erum einmitt að fara að ringja í eitt sem að fylgja liðinu Þorstein Haug Harðarson. Jú, Steinaðinn minn, voru að skila kveðu til hann. Já, hann var vist bara að trúla á sig bara þarna út í Danmörku óvart. Já, ég sá það á Facebook, hann fann hring og rétti dömunu hringin og það var allt vitlaust. Það sem þessi maður lendir í. Það eru ævintýri sem menn lenda í. Ég byrði að heilsa honum Steina mínu. Og segði honum að strákurinn minn að Marino byrði líka að heilsa honum. Ég skila því. Bestu þakkir Adolf Ingi og Kostu kveðju og við heyrumst kannski eftir viku einu sinni enn. Já, ok minu. Blessaður. Bless. Já, fara ekki langt. Við ætlum að ringja núna út til Danmörku og það er Þorsteinn Haukur Harðarson nokkur sem verður á línunni.